Við erum stödd hér í Stórutjarnaskóla í Þingeyjarsveit en hér í gangi umhverfis- og lýðheilsuþing í dag. Hvað til umræðu á þessu þingi? Það eru nokkur mál sem við erum að fjalla Aðalfyrirlesari okkar kemur frá Akureyri og ætlar að fjalla áhrif eldgoss og það voru nemendur sjálfur sem völdu það verkefni, vildu fræðast meira hvað hugsanlega þetta eldgos og eldgos almennt geta haft á andrúmsloftið og einnig eru nemendur að kynna svona alþjóðlegt verkefni sem þau taka þátt í svona varðandi orku og mengunarmál en svo eru líka nemendur í umhverfis- og lýðheilsunefndin að kynna niðurstöður heilmikilli lýðheilsukönnu sem var gerð á síðasta ári. Það nú svona kannski stóra verkefni nemenda á þessu þingi. Við vorum að kanna hreyfingu, lestur og skjánotkun. Þessi nemendur og starfsmenn Stórutjarnaskóla voru sent heim og nemendur gátu gefið foreldrum sínum líka og þau áttu að skrá þetta niður á einni viku. Þetta þriðja könnunin sem hefur verið gerð. Og hvað kom nú eiginlega út úr þessari könnun? Eru nemendur og starfsmenn að hreyfa sig mikið? Já, alveg bæði og sko. Svona, já. Hvað kom mest á óvart við niðurstöðurnar? Það eru mun færri sem að lesa jafn mikið maður hélt og yngstu krakkarnir ekki að hreyfa sig eins mikið og maður hefði haldið, til dæmis. Og þetta ekki fyrsta sinn sem að lýðheilsa könnuð hér í skólanum með þessum hætti. Það hafa áður verið gerðar kannanir á öðrum sviðum. Já, við gerðum svefnkönnun, það sem áttum að skrá hvað við sofum mikið og svo gerðum við líka mataræði, svona að skrá hvað við borðum yfir daginn. Nokkrir nemendur ætla að flytja hérna tónlist og spila á trommur sem þau bjuggu til úr fiskuroði og tómum niðursuðudósum. Mjög skemmtilegt lag hjá þeim. En að öðru leyti við höfum bara verið mjög dugleg í að reyna að taka sér flesta þætti umhverfisverndar inn í okkar starf. En sveitarstjóri Þingeyjarsveitar, hann með okkur í dag og raunar situr hann fundi með okkur, gerði það á síðasta ári, þannig að hann svona að hluta til með okkur í þessari nefnd, umhverfis- og lýðheilsunefnd og hún ætlar að segja okkur frá hvar sveitarfélagið statt í skipulagningu á flokkun og sorpmálum. En umhverfismál og umhverfisvernd ykkur í Stórutjarnaskóla ofarlega í huga eins og sést best að þið voruð að fá ykkar þriðja grænfána hérna í dag. Já, auðvitað byggist svona starf á fólkinu sem á staðnum og ég viðurkenni að þegar ég kom til að starfa hér fyrir 7 árum síðan þá kom ég frá Akureyri. Og þar höfðum við startað grænfánastarfi í leikskólanum Pálmholti og mér fannst, og þegar maður byrjaður, þá getur maður bara ekki hætt því. Svo mér fannst ekki eiginlega hægt að gera sérna íbúið Þingeyjarsveitar og eiga að hætta því sem maður var byrjaður á. Og auðvitað var þetta eitthvað sem margir höfðu áhuga á en það kannski var þetta bara að byrja. Hversu mikilvægt teljið að séu haldið svona umhverfisþing eins og þetta? Hérna í sveitinni? Ég held að það sé mjög mikilvægt. Það ekki byrjað að flokka í sveitinni en ég held að það sé mjög mikilvægt að sjá vel umhverfið og að kenna börnum bara á ungum aldri það. Og kynna líka foreldra fyrir því, svo þeir viti líka meira. Fleiri skólar hafa tekið svona umhverfisþing upp eftir ykkur? Já, við þurftum þegar við hófum okkar starf og fórum á græna grein landverndar þá þurftum við að framfylgja ákveðnu þrepakerfi, afgreiða ákveðna málaflokka, meðal annars að sækja okkur fræðslu, að reyna að koma hugmyndum og fræðslu út í samfélagið. Þannig að við ákváðum bara að halda svona þing sem hétu þá umhverfisþing í upphafi. Seinna meir gengum við raðir heilsueflandi skóla og þá sem þátt í lýðheilsu þætti umhverfismálana og þá breytist þetta í umhverfis- og lýðheilsuþing.
Þetta náttúrulega tengist heldur betur saman umhverfið og lýðheilsan. Já, þetta sko, það maður getur eiginlega ekki greint þarna á milli. Það má eiginlega teygja þetta og toga í báðar áttir alveg endalaust.